Komið sæl, það búið að vera býsna hvasst núna síðdegis hérna nokkuð víða á landinu. Við sjáum hér skilin hér sem eru komin allt austur fyrir land. Þetta eru skilin sem að það hlýnaði örlítið með þeim þegar þau fóru yfir í morgun og í fyrripartin í dag en eru komin svona töluvert hérna austur fyrir land þegar að í þessum töluðum orðum þó þetta sýnir nú klukkan 21 í kvöld. En ef við lítum þá á þróunina áfram að þá heldur hún bara áfram í burtu og við fáum hérna litla lægð frá sem var við hvarf núna svona þetta leyti og verður hér við svona fyrir að rigna frá henni svona og upp úr hádegi á morgun og síðan ætlar hún svona svolítið að setjast yfir landið tíma áður en hún fer síðan í burtu og við sjáum hér fleiri lægðir sem svona gera sér líklega til að koma til okkar en það sem kannski markverðast að hæðin hér sem að nálgast Írland annað kvöld að það er hún sem mun stýra veðrinu síðan og eftir helgi hjá okkur og gefa okkur líklega hlýrra og svona svolítið svona sumarauka ef mætti kalla svo. Á hitasviðinu að þá kólnaði svolítið í kjölfar þess að lægðin fór hér austur úr en það er svo sem ekkert sérlega kalt loft á eftirinn en þó ofurlítið kaldara heldur en verið hefur en þetta er nú ekkert sem að mun endast eða standa yfir í marga daga heldur mun hlýna hjá okkur eins og fyrr sagði og eftir helgi. Þróunin síðan eins og við sjáum fyrir okkur í nótt og í fyrramáli er að hér eru kortið miðnætti og það er flóð hér svona stórstreymisflóð 7-leyti í kvöld þegar sem er það bara toppurinn er nýbúinn núna og vindhraðin svona fer að gefa eftir svona fljótlega eftir það líka en það er svona ekkert sérlega hagstætt þegar stórstreymisflóð og vindur sem stendur á landi hitta akkurat saman frekar lágur loftþrýstingur að auki þannig að áhlaðandi getur orðið býsna mikill en þannig getur voðalega líklegt að það mun að verða fyrir einhverju tjóni af því. Gul viðvörun á Suðausturlandi í nótt og fram í fyrramálið en rennur síðan út þegar líður á. En við lítum hér á þróun að þá sjáum hvernig dregur svona smátt og smátt úr vindatölunum og svo fer nú þessi gula viðvörun að detta út hérna 9-leyti í fyrramálið. En við sjáum svo hér í skilin á næstu lægð sem kemur þá inn hérna hádegið. Hádegiskortið á morgun gæti að vera þessu líkt. Að það er svona 5-10 stiga hiti býsna víða á láglendi og við getum gert ráð fyrir að hitin færi kannski 11-12 stig þar sem best lætur. En ef við lítum síðan á þróunum þá áfram yfir til laugardags að seinnipartinn á morgun þá fara þessi skil hér svona mestuleyti yfir landið. Kemur svona sönnur bylgja hérna yfir sem kemur aðeins meira norður, gefur meiri úrkomu fyrir norðan heldur en svo fyrri. En á hádegi og föstudag þetta meira svona skúraleiðingar hérna á vesturhelmingi landsins í svona suðvestan. Golu eða kalda geta nú verið einhver slydduél eða él eins og fjallvegum eins og til dæmis á Öxnadalsheiði og jafnvel á Holtavöruheiði en líklega er nú ekki nógu kalt til þess að verði einhver hálka úr því. Hádegi á föstudag, hitinn svona svipaður, þetta er svona kannski heldur hlýrra 5-6 og upp í 9-10 líklega eins og hérna á Austurlandi ef að suðvestan átti nær að halda svo litum vindi að þá getur hitinn þar farið í 12-13 stig en annars má reikna með að þetta verði svona meira í svona rétt undir 10 gráðunum og þá þróunin yfir til laugardags er að það viðhelst svona þessi svona skúraleiðingar hér sérstaklega hérna sunnan til og svona rigning kannski aðfaranótt laugardags en svo minnkar úrkoman aftur þegar það kemur fram á laugardaginn og á hádegi á laugardag að þá verður nú skýjað á mest öllu landinu nema hérna allara nyrst sem verður líklega nokkuð bjart og ágætasta veður á þeim slóðum og hitinn svona áfram á þessu róli 5-10 stig og gæti skriðið upp fyrir eitthvað aðeins svona að það sem best lætur. Og síðan á sunnudaga þá eru komin hér örlítið skil hérna upp á sunnan á vestanverðu Það er aðeins að byrja að hlýna, við sjáum hér tölurnar 12-13 stig hádegi á sunnudag þannig að það ef eitthvað heldur farið að hlýna. Hæðin búin að koma sér nokkuð haganlega fyrir líklega við Færeyjar þegar hér komið sögu og hún ætlar að verða þar einhverja daga þar á eftir þannig að það mun þá hlýna ef eitthvað enn frekar hjá okkur en hins vegar verður einhver svona smá úrkoma viðloðandi hérna sunnan á vestanverðu en aftur á móti á norður- og austurlandi verður mun betra veður og hlýrra og þurrara. Í Evrópu á morgun að þá frekar úrkomusamt í Skandinavíu og það svona og sérstaklega á vestursvæðum Noregs en við sjáum hér leifar af lægðinni hér sem komin þá norður fyrir Svartahaf en annars í álfunni nokkuð gott veður, það svona skúrir á víð og dreif en þó að koma og byggja sig upp hér nokkuð öflug skúrabelti hér við suðaustur og austustur Spánar og það hafa verið gefnar út einhverja viðvaranir og menn svona svolítið
svona á tánum með það hvort það þurfi að fara að gera einhverjar meiri viðbúnað en það er gert ráð fyrir að geta orðið kröftuga skúrir hér á þessu svæði. Allra vestast hins vegar bjart og fallegt og ágætlega hlýtt. Kanarí á svipuðum nótum að verið hefur 25, 28 yfir 30 stiga hiti og sólríkt. Og í Norður-Ameríku þessi myndarlega hæð hér yfir vötnunum miklu farin að ýta þessum skýlum hér austur af. Það eiginlega Flóridaskaginn og Mexíkóflói ásamt þá Nova Scotia og Nýfundnalandi sem að svona fá einhverjar úrkomu leifar en einhverjar smáskúrir líka hér í kringum Kaliforníu en að öðru leyti nokkuð bjart og fallegt veður í Norður-Ameríku. En við förum ekki lengra með þetta í dag, verið þið sæl.